höldum áfram í föstudagsþættinum og við höldum áfram að tala tónlist. Hún ætlaði að tala fyrirbæri sem að kalla sig Corpo di Strumenti og það hefur nú einhverjar franskar tengingar. Velkomin hérna til okkar, fyrir framan Örkina Snóa. Takk, velkomin. Þú kannski bara byrjar á að segja okkur hvað þetta er. Hvað Corpo di Strumenti sé? Já. Já, það er svona fransk-íslenskur barokkópur. Það er svona völdum að hafa nafni á ítölsku, svo þetta væri örugglega ekki flókið. Já. Og nú var hann að lenda hérna bara fyrir korteri á Akureyri. Frá Frakklandi? Já. Þannig að ég er Akureyringurinn í hópnum. Já. Svo eru hinir Frakkar. Við búum öll í Frakklandi. Og við erum að fara í tónleikaferðalag hérna landið. Já. Sem byrjar á Norðurlandi. Og hvað eru þið mörg? Við erum 5. Það eru sem sagt 4 strengjaleikarar með boga og svo 5. strengjaleikarin með hljómborð. Það er sérst sembaleikari. 2 fiðluleikarar, 2 selóleikarar og sembaleikari. Og hvers konar tónlist eru það að spila? Við erum að fara að spila, það er nú ekki alveg barokktónlist. Þetta er svona alveg á mörkunum og milli endurreisnar og barokks. Svona í kringum 1600. Og þetta er eiginlega svona, þetta er nú örugglega ekkert vel þekkt skeið. Þetta er svona breytingatímabil, eða þú veist, það er bæði einhvern veginn endurreisnin og barokkið að koma í gang. Mjög svona spennandi tímabil, eða við erum alveg á kafi í þessu. Og þú ætlar að aðstofa okkur aðeins því að hann talar náttúrulega frönsku, þannig að við ætlum að skella okkur yfir í smá frönsku ef við fengjum kannski aðeins að fá þig til þess að þýða sig hann á milli og byrja kannski bara á því að hann segði okkur aðeins frá sér og sinni fortíð í tónlistarbransanum. Já, Patrick. Oui. Est-ce que tu veux bien nous raconter quelque chose sur toi-même, ta vie de musicien? Hann er nú svo frægur maður, hann er búinn að gera svo margt. Ma vie de musicien? Eh oui, il va falloir réfléchir beaucoup. Mon Dieu. Bah, c'est une vie comment dirais-je, d'exploration, je dirais. C'est-à-dire de promenade un peu dans les divers mondes musicaux. Það er svona líf sem hefur verið kannski svona könnun og að rannsaka og kanna ýmsar slóðir í tónlistinni. Já, einhvers konar spuni eða? Improvisation. Oui, improvisation, musique populaire. Já, hann spuni populaire, þjóðlaga tónlist. Tzigane. Sígauna. Et évidemment une formation classique depuis que j'étais tout petit. Bara síðan hann var svona lítill, náttúrulega byrjaði hann að læra líka bara klassíska fiðlu. Og því þú talar hann sé þekktur í tónlistaheiminum. Hvað getur þú upplýst okkur fyrir? Já, ég get alveg upplýst ykkur. Hann vill ekki gera það sjálfur. Hann er alveg frægur fiðluleikari og kennari, búinn að kenna í öllum þessum stóru tónlistaskólum á Parísarsvæðinu og einmitt svona bæði sérhæfður í barokki en líka öllu mögulegu, sérst mjög svona heilsteyptur tónlistarmaður og tengdur til dæmis var það ekki og einhver að segja mig frá því að þau spilað tónlist í kvikmyndinni Intouchable. Já. Takk. Intouchable. Jú, hann einmitt. Það er kannski, hann er rauninni nú þegar frægur á Íslandi fyrir að hafa spilað í þessari. Í fransku stórmyndinni Intouchable sem var annars hver einasti Íslendingur sá í bíó. Já, sem er bara mest séða evrópska mynd held ég ever. Já, það var bara þannig, allra tíma. Og þá kannski ef ég fæ þig til þess að halda áfram með viðtalið. Hvernig kannski hann lítist á að koma hingað og fara í svona tónleikaferð Ísland? Já, Patrick, qu'est-ce que tu en penses de venir ici et de faire cette tournée en Islande? Je suis extrêmement heureux. Je suis vraiment très content de revenir en Islande, mais encore plus content d'aller à Akureyri, dans le nord, que je ne connaissais pas. Hann er mjög ánægður að koma hingað og að koma hingað aftur. Hann hefur komið til Íslands áður en bara til Suðurlands, eða á Suðurland og þess vegna er hann alveg ennþá ánægður með að koma hingað norður til Akureyrar og á Norðurland. Já. Er þín tenging við þá? Hvað segirðu? Við þessa tónlist og við hann sem tónlistarmann. Hver er þín tenging? Mín tenging? Hún er svona alls konar. Bara því að þekkjast og kynnast og spila. Það er nú of langt mál til að segja frá því öllu saman. En þið hefur verið að spila saman úti? Við höfum ekki spilað mikið saman ennþá. Við erum meira þekkjumst einhvern veginn og þetta er svona frílans heimur einhvern veginn þar sem að fólk er að spila saman og svo einhvern veginn, þú veist, allir mætast og heilsast og spila einhvern veginn. Og þú veist, núna ákvaðum bara, nú er komið að því að við gerum eitthvað saman. Af því að við, semst, Corpo di Strumenti hefur verið tríó hingað til. Við erum 3, semst, 2 selóleikarar og sembaleikari þá.
Og nú erum við búin að fá hérna 2 alveg frábæra fiðluleikara til þessu okkur. Það er Patrik og svo er Helen sem er líka fiðluleikari en hún bara, það var ekki pláss fyrir hana hérna á bekknum. Annars er hún alveg bara, það verða allir að koma að sjá hana líka. Já. Og hún er vinkona okkar og þau eru vinafólk okkar og við bara, nú förum við saman til Íslands, hugsuðum við. En hvað ertu, þú ert sjálf úti að gera alveg hellingar þegar? Jú, ég býðar, ég fór þangað í nám og svo festist ég þar bara og er að spila og allt þetta. Og sé á þér að þú ert hæst ánað að spila með þessum hóp? Já, það verður alveg. Ættu að fá smá tóndami? Já, fá hann til að spila lag. Já, kannski förum við bara hérna inn. Má ég taka fram að við erum að spila sérst á Mývatni á laugardaginn í Reykjahlíðarkirkju. Það er á laugardagskvöldi klukkan 9. Og svo spilum við á Akureyri á mánudeginum, 28. Klukkan 8 í Hofi. Síðan haldið þið áfram? Og svo höldum við áfram og förum í Skálholt. Spilum hérna á hátíðinni þar, sumartónleikum. Verðum með nokkra tónleika þar, svona Haldið þið eitthvað áfram yfir landið eða? Nei, þetta er semst svona Norðurland, Suðurland. Já. Byrjum hérna. Flott þá kannski fáum við að fara inn því að mér skilst að fiðlunni hendi ekki að vera ef að það skildi dropa. Þannig að þá bara... C'est mieux de rentrer dans ton jouet. Já, förum inn, það er gott mál. Ok, við ætlum að hérna syngja og spila smá part úr Festiva í Colli sem er svona madrigal eftir Palestína og það vantar sem sagt, það vantar alveg hópinn. Við gefum hérna dæmi, við höfum verið að ímynda ykkur nokkra viðbót sem spila með eða bara mæta á tónleikana til að heyra.